Takk og Lalli Marsbúi eftir Hjalta Bjarnason. Takk og Lalli Marsbúi. Freyjukettir norræn menning, önnur útgáfa 2010 og svo ISBN-númer. 1971 Hjalti ásamt Kristínu systur sinni. Flestar taksagnanna voru í stundin okkar. Hjalti og Kristín lásu og sáum leikhljóð. Lalli var sýndur í febrúar 1979. Lalli Marsbúi að tala við mömmu sína að hann langi til að heimsækja hinn geimsfræga Tak. Lalla á Mars langar til að skoða stjörnuna sem Tak býr á. Lalli að reyna alls konar farartæki til að komast á milli stjarna, en allt mistekst. Lalli segir þá dettur honum í hug að hoppa bara. Og það gerir hann. Hann lendir ekki á stjörnunni hans Taks. Hann hittir óvart á jörðina. Hann skilur ekkert í hvað þessir asnalegu jarðkarlar eru grimmir. Það greinilegt að hann hefur ekki hitt á stjörnuna hans Taks þegar hann hoppaði. Hann hleypur inn í eitthvert hús, það koddaverksmiðja. Þessa karla líkar honum miklu betur við. Þeir eru mjúkir og skemmtilegir, til í að leika sér. Og Lalli Marsbúi fleygir þessum skemmtilegu jarðarbúum hátt upp í loftið. Lalla þykir mest gaman þegar þeir snjóa yfir hann úr maganum á sér. Þarna inni eru engir af grimmukörlunum. Nú verður Lalli svangur. Það komin nótt. Hann sér að það vaxa perur á skrýtnum stáltrjám á jörðinni. Hann ákveður að fá sér bita af þessum skrýtnu ávöxtum sem lýsa. Lalli hefur 3 stórar tennur í efri gómi og 2 stórar tennur í neðri gómi. Þetta þykir honum vondur matur. Lalli fer inn í klukkubúð. Klukkurnar tala svo mikið að hann skilur ekki eitt einasta orð. Hann spyr þær hvort nokkur strætó gangi á stjörnunans Taks frá jörðinni. Ein klukkan svarar bong, 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 bong. Lalli Marsbúi tekur þá leið 4 og keyrir alla nóttina. Þangað til löggan finnur út að strætó hefur verið stolið. Grimmukarlarnir ná í Lalla. Lalli Marsbúi segir Nú, segir löggan, ertu að leita að Taki? Þú verður að fá þér eldflaug góði til að komast á stjörnuna hans Taks. Farðu í geimstöð og byttu þá þar að lána þér geimfar. Þá geturðu komist alla leið á stjörnuna hans Taks. Strætó gengur ekki þangað. Tak sér geimflaug nálgast frá jörðinni. Tak í stjörnukíkjunum sínum með öflugan radar. Hann nær geimflauginni inn og lossar að stjörnunni sinni. Tak hefur mikinn áhuga á himingeimnum og að læra stjörnufræði. Hann mjög vel að sér í eðlisfræði og stjörnufræði. Leikhljóð Krúss. Lalli lenti svo illa á stjörnunni hans Taks
að eldflaugin fór í spað. Segir Lalli marspúi þá og bætir við Orðageimveran kemur með stóru orðabókina og þýðir allt sem þeir segja, til þess að þeir skilji hvor annan. Lalli fær að sjá þegar Tak að gera við bílinn sinn. Ég bjó þennan Jack til. Svo hef ég líka fundið upp öðruvísi bílaliftara. Hann svona. Þetta þrýstikútur. Hann verður að nota á sléttu, ekki í brekku. Tak sýnir Lalla marspúa fiðrildin. Þau ofsalega falleg. Tak, þessi heita fyllerí hjá okkur. Þetta póstkassi. Á ég að sýna þér frímerki, spyr Tak. Svarar Lalli. Tak, á fyrsta frímerkinu geimveran sem fann upp kertið, svo ég og slökkutækið sem ég fann upp, geimveran sem fann upp ljósaperuna, í neðri röðinni geimveran sem fann upp rafmagnið og svo geimveran sem fann upp hengikojuna. Stundum bilar rafmagnið. Þá þarf að fara upp í staurana og gera við. Ég þjálfaði apa og gíraffa til að gera við. Apinn ekkert lofthræddur. Hann klifrar bara upp hálsinn á gíraffanum. Við skulum koma nær svo við sjáum hann betur. Mjög klár rafmagnsviðgerða api. Hér myndin okkar. Aurarnir. 100 einn diss. Á diss-seðlunum, sjáðu, geimverurnar sem fundu upp ýmislegt. Á 500 dissa-seðlinum sú sem fann upp ís og blöðruna. Á 1000 dissa-seðli sú sem fann upp eina með öllu. Á 5000 dissa-seðli sú sem fann upp sleikibrjóstsykurinn. Á 10.000 dissa-seðli sú sem fann upp 3 hæða ís. Lalla þykir ofsalega gaman á hraðbátnum hans Taks. Tak líka svo skemmtilegur heim að sækja. Segir Lalli marspúi nú. Sem þýðist, samkvæmt orðabókar geimverunar, nú þarf ég að fara heim á Mars og segja mömmu frá öllu saman. En hvernig á ég að komast? Eldflaugin ónýt. Getið þið ekki sett mig í póstkassan og póstað mig? Tak, senda Lalla í pósti á Mars? Nei, það verður ekki hægt. Tæknin ekki nógu fullkomin enn. Og ég á enga eldflaug núna, segir Tak. Ekki geturðu hoppað upp á Mars? Nú veit ég, segir Tak. Flöskuandinn. Ég bið andan í flöskunni að flytja þig heim. Hvers óskar þú, herra minn? Viltu gera svo vel að flytja Lalla heim á Mars? Leikhljóð kviss. Kallar Lalli.
Já, þökk sömuleiðis fyrir komuna. Bless, bless, góð ferð. 30 taksögur. Barn semur handa börnum.